Komið sæl og blessur og takk fyrir að bjóða mér að koma hérna í lok dags og vera með ykkur. Ég var mjög leið að hafa ekki getað komið fyrr og það mjög erfitt að koma með samantekt. Því að ég náttúrulega búin að missa af aðalfjörinu. Því miður hef ég ekki getað verið með ykkur í allan dag. En engu síður, þá mér það mikill heiður að fá að ávarpa ykkur í lok þessara glæsilega ráðstefnu, tómstundadagsins, og sem að ekki síst helgaður afmæli námsbrautarinnar, 25 ára, saga. Bara til hamingju félagar, til hamingju tómstunda- og félagsmálafræðingar og til hamingju nemendur og til hamingju menntavistarsvið og Háskóli Íslands og til hamingju bara íslensk sveitafélög allt land. Ég held að þetta hafi verið gríðarlega mikilvægt skref þegar háskólinn hóf nám í tómstunda- og félagsmálafræði og það hefur margt gjörbreyst á þessum tíma. Við erum búin að sjá heilt fræðasvið verða til, við erum búin að sjá fagsvið eflast, við erum búin að sjá í raun og veru hvernig við hér á Íslandi erum að mörgu leyti með svona einstakt tækifæri líka til að vera svo góð fyrirmynd fyrir aðra þjóðir. Auðvitað höfum við líka verið að sjúga að okkur reynslu og þekkingu annarra þjóða, ekki síst hinna Norðurlanda þjóðina og góði kollega mín hérna nokkur sem að hófu þetta nám og komu snemma inn í námsbrautina sem kennarar, voru einmitt menntuð í frístundafræðum frá Svíþjóð, er ekki rétt hjá mér? Réttu pönt sem við menntar í Svíþjóð. Vanda, Árni og Danmörku, já. Og þetta að mörgu leyti einstakt nám sem við höfum skapað hér á Íslandi. Við erum að reyna að mæta þörfum samfélagsins með menntun, með rannsóknum og með samvinnu. Og ég gríðarlega stolt af því að bæði sem sviðsósti og sem kollegi, því að mínar rætur og ég var nú ráðin upphaflega við háskólann til að starfa í námsbrautu tónlist og félagsmálafræði. Þannig að þetta snýr, ég hef mjög mikla svona persónulega reynslu tengt þessu. Ég starfaði á vettvangi frístundaheimilanna og hef haldið áfram að reyna stundar rannsóknir á þessu sviði og það eitt sem að stendur algjörlega upp úr. Það það að þegar við lítum á bara þær breytingar sem að verða á menntakerfum allra helstu þjóðaheims, þá við að sjá miklu meiri áherslu á þessa heildstæðu sýn á það að menntun felist í nám og þroska heildstætt. Þetta snýst ekki bara að læra að takast á við bóklegt nám, það snýst að vaxa sem manneskja, það snýst að efla félagsfærni, samvinnu, þekkja styrkleika sína, geta stigið fram sem leiðtogar og vinna með öðrum góðu fólki að því að gera samfélaginu okkur betri og hjálpa öllum einstaklingum að vaxa, dafna og blómstra. Og ég bara svo stolt af því að tómstunda- og félagsmálafræði á Íslandi hefur verið leiðandi í þessu og ég lít svo á að tómstunda- og félagsmálafræði og þessi fagstétt, og þá auðvitað erum við ekki öll menntuð sérstaklega í tómstunda- og félagsmálafræði. Ég veit að hér líka fólk með fjölbreytta menntun og bakgrunn sem að starfar á vettvangi tómstunda og félagsmála og eruð breytingarafl. Ég held að tómstunda- og félagsmálafræðin og þið sem starfið í þessu fagstétt eigið og getið verið gríðarlegt afl breytinga. Þið eruð hugsið út fyrir boxið. Við erum ekki bundin af svona formfestu og fyrirfram skilgreindum námskrám eða reglum eða stofnanalegri umgjörð sem segir okkur hvernig allt eigi að vera. Við erum að reyna að brjótast út fyrir það, við leggjum okkur fram að vinna út frá þörfum einstaklingana, út frá svona ákveðnum hugsjónum valdeflingu og bara svona heildstæðan þroska sem að ég held að sé ótrúlega mikilvægt og þannig að ég held að þetta sé ég rosalega svona spennt fyrir því að sjá og við sjáum þegar við skoðum til dæmis skólakerfin hvernig að fagstétt tómstunda- og félagsmálafræðinga farin að koma svona enn sterkar þar inn fyrir utan allara skóli. Hvað skóli? Það bara að fara að breytast mjög. Áður fyrr bara voru þegar skólinn var stofnaður, þá snýrist það fyrst og fremst að kenna börnum að lesa, skrifa og reikna. Svo hefur námsleiðunum og áherslunum þær hafa bara gjörbreyst. Þannig að, við erum komið með heildstæðan skóladag fyrir yngstu börnum. Hvað eru þau lengi í skólanum? Þau eru 9 mánuði ársins, þau eru 6 til 8 tíma á dag í þessu umhverfi. Þannig að frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru farnar að skipta svo
miklu máli og hafa eiga svo mikið erindi inn í skóladaginn. Og ég vildi bara nota þennan stutta tíma til að koma á framfæri því sem ég hef svona nokkur sinnum rætt innan námsbrautarinnar, að við eigum að hugleiða það, hvernig við hvort að það sé komin tími til þess að við opnum á þá leið að okkar fólk geti til að mynda átt greiðari leið inn í kennaramenntun, að verða að starfsstétt kennara sem starfar með öðrum kennurum. Það að vera kennari er ekki eitthvað eitt. Það er mjög fjölbreytt stétt kennara sem starfar í leik-, grunn- og framhaldsskólum, og ég lít svo á tónstund- og félagsmálafræðin sé eitt af þeim námssviðum sem eigi mikið erindi þar inn, og þið eru nokkur sem hefði farið þá leið. Svo eru þið önnur sem eru bara starfið sem sérfræðingar í tónstund- og félagsmálafræði á bara mjög fjölbreyttum sviðum samfélagsins, og það mun aldrei breytast. Það er gríðarlega mikilvægt. Við þurfum ekki öll að vera kennara, svo sannarlega ekki, en ég brenn svolítið fyrir því vegna þess að skólinn er auðvitað sá staður þar sem öll börn eru skyldug til að vera, og þar er svo mikilvægt að ná til þeirra á þessum forsendum, og við höfum mörg dæmi þar sem að félagsmiðstöðvar og frístundaheimili hafa starfað með kennurum og öðrum sérfræðingum skólans í sértækum úrræðum og líka bara inn í þetta inn í skóladaginn. Það er tækifæri núna til að horfa til framtíðar, og ég hvet ykkur kollega mín og ég hvet ykkur fagstéttina til að halda áfram að vera svona öflugur bakhjarl og vera svona öflugur líka í því hvert þið viljið sjá fagið þróast og mótast og breytast. Tónstund- og félagsmálafræði er ekki eitthvað eitt, hún er auðvitað margt, og það endurspeglast líka í sérsviðum og rannsóknum, fjölbreyttum rannsóknum þeirra sem starfa innan brautarinnar. Sumir að starfa skoða félagsmiðstöðvar, aðrir að skoða til dæmis líf aldraðra í félagslegu og frístundir þeirra. Sumir að hugsa ævintýra og útinám og fleira. Þannig að þetta er ekki eitthvað eitt, þetta er margt, og við erum ofsalega bara stolt af því hvert við erum komin í dag, og bara ég vona okkur gefi gæfa til að líta eftir 25 ár, þá lítum við aftur öxl og verðum bara ennþá stoltar og glaðari og sjáum að við höfum haft áhrif til góðs í íslensku samfélagi, bæði á hið félagslega, á vettvang frístunda, en líka bara á þróun menntakerfisins. Við eigum að vera rödd þar, við eigum að gera okkur gildandi, og við erum alltaf talsmenn einstaklingsins, barnsins, ungmennisins og jaðarsettra hópa. Og bara takk fyrir bara frábæra starf og til hamingju með daginn.